Rétt utan við Egilsstaði stendur Hótel Eyvindará. Þar taka á móti mér eigendurnir Ófeigur Pálsson og Sigurbjörg Inga Flosadóttir með bros á vör. Eins og ættingja hefði borið að garði ég leiddur inn í stofuna, sagt að fá mér sæti og boðið upp á kaffi og spjall með því. Það var 2007 sem við byrjuðum hérna. Þetta var yndislegt lítið gistiheimili sem við byrjuðum með hérna og hér voru 4 herbergi uppi hérna og þetta var sameiginlegt allt saman og síðan var það ekki 3 Ófeigur smáhýsi, það voru 4 sem voru. 3 sem við byrjuðum með hérna. Sigurbjörg og Ófeigur hafa verið dugleg að byggja við, fjölga herbergjum og bæta aðstöðuna á þessum árum síðan að þau eignuðu staðinn og þar hefur Ófeigur, sem er húsasmíðameistari að mennt, fengið að láta ljós sitt skína. Eyvindará í sjálfum sér kom bara upp í hendurnar á okkur eiginlega tilviljun, svolítið tilviljun. Ég var svona kunnugur hérna, það var unnur svolítið saman sonur hjónanna sem voru með þetta gistiheimili og ég var svona í góðum kunningsskap við það og ég frétti það í gegnum hann og þau ætluðu að selja. Ég þekkti þau ágætlega sem voru hérna. Og þá datt mér þetta í hug að Sigurbjörg var nýbúin í ferðamálafræði og var að vinna hérna niður á upplýsingamiðstöð að þetta væri kannski góður starfsvettvangur fyrir hann að prófa þetta og svo við skelltum okkur í að kaupa þetta. Ég ætlaði ekki að fara í þetta, ég ætlaði að smíða áfram. En svo ílengdist ég hérna og við förum alltaf, ég segi ekki alltaf en oftast fyrsta fætur á morgnana og síðasta svo á kvöldin hérna. Hér er mikil áhersla lögð á upplifunin sé heimilisleg. Sem dæmi var 4 herbergjum fórnað til þess að gera almennilega stofu með persónulegum munum til að taka á móti gestum rétt eins og þau myndu gera heima hjá sér. Já, við lögðum mikla áherslu á að ræturnar okkar hérna og höfum haft hér uppi myndir af ömmum og öfum, ýmsa hluti úr búum foreldra okkar og allt frá myndum svona með gömlu handverki, gömul saumavél sem kemur frá tengdamóður minni. Og svo má þess geta að hérna, fólk spyr mikið og vill kaupa kettina sem að prýða hérna. En móðir mín sem er nú að verða 93 ára, hún gerði þetta sér til dundurs og þetta er allt svona útreiknað hjá okkur að minna okkur á hvaðan við komum. Handverkið á Eyvindará er þó ekki einungis stillt upp til sýnis, heldur eru gestir virkjaðir í að taka þátt og skilja eftir sýnishorn af sínu eigin handbragði. Já, ég vil svo skemmtilega til að við eigum hér tengdason sem er svona listaspíra í sér og hann hefur komið til dæmis, hann prjónaði allar slaufur á starfsfólkið okkar sem hefur prýtt fólki sem vinnur á kvöldin hérna og síðan komið þá frábæru hugmynd að því hann prjónar mjög mikið að við skildum láta gestina prjóna lagafljótsorminn. Og þetta er verkefni sem er svo gaman að fylgjast með því að fólk úr öllum heiminum það er að sýna sitt upp á hald og það situr hérna og spjallar og það er mjög gaman að fylgjast með því. Við ætlum nefnilega að taka þennan orm og fylla hann upp og segjum þetta er listaverk gestanna okkar. Ein af helstu áskorunum í ferðaþjónustu er að reyna að fá ferðamenn til að slaka á í kapphlaupi við tímann og muna að staldra lengur við og njóta. En til þess þarf þjónustan og afþreyingin að vera fjölbreytt og vinna saman. Þetta eru miklar breytingar sem að eiga sér stað núna og ég er alveg hæstánað með þær. Því að bæði þá erum við komið mörg góð veitingahús hérna og svo leggur fólk sig mjög mikið fram að vinna að því verkefni að koma upp hérna afþreyingunni, meðal annars vökin sem er nú að koma, óbyggðasetrið. Ég er alltaf að reyna að leggja áherslu að fólk stoppi lengur hérna. Og þá til dæmis get ég nefnt Borgarfjörð Eystri með lundann, hann hefur mjög mikið aðdráttarafl. Og frá okkur þá geta menn skoða firðina annan daginn. Svo er Vopnafjörður og Bakkafjörður og þetta er allt í, þú getur keyrt þetta á einum degi eða Fljótsdalurinn og Hengifoss.
Þannig að það er ýmislegt að sjá hérna í kring og það er alveg vel þess virði að stoppa meir en eina nótt hérna á héraðinu. En þjónustan er ekki einungis til staðar fyrir ferðamenn sem koma langt að, heldur líka heimamenn og fólk í nærsveitum. Hér er allt til alls. Þetta er bæði mjög sniðugt ef þú ert að halda upp á afmælið þitt og færð þína gesti. Þú getur hvort sem er hýst þá eða boðið hérna kvöldstund og við höfum reynt til þess að ég hef lagt áherslu á vellíðan þeirra. Við erum búin að koma upp 2 heitum pottum hérna. Og þeir hafa verið mjög vinsælir, bæði yfir veturinn, það er náttúrulega norðurljósin og sitja hérna úti og síðan á sumrin. Þetta hefur gefið bæði gestunum okkar góða líðan og eins bara okkur hér að finna það að þetta er að skila sér. Öll þessi vinna sem við erum búin að leggja á okkur.